Góðan dag, ég heiti Ægir Diego Víðisson og ég ætla að kynna fyrir ykkur lokaverkefni mitt sem snerist það að smíða og hanna slönguvörpu úr málmi. Hvað er slönguvarpa? Slönguvarpa er tæki sem nýtir sér þyngdaraflið til þess að geta kasta hlutum langt frá sér. Þetta á að nota fyrir mörg hundruð árum í stríðum til þess að brjóta niður veggi í borgum og fleira. Hún er með 5 meginhluti, það er grindin sem heldur slönguvörpunni uppi, svo er það öxull, á öxlinu er festur kastarmur, svo eru vogararmar og teygja. Af hverju datt mér þetta í hug? Ég sá myndband af manni smíða slönguvörpu úr timbri, þar sýndi hann virkni á svona kastvél og mér fannst þetta áhugavert. Svo datt það í kollina á mér að ég geti kannski nýtt mér það að búa svona til fyrir lokaverkefnið mitt. Það þarf að hanna þetta og smíða þar sem ég nýti mér kunnáttu sem ég hef aflað mér úr fyrri áfögum eins og grunntekningu, smíði, suðu, stærðfræði, eðlisfræði og burðarþolsfræði. Hönnun. Ég fór að skoða mismunandi gerðir af slönguvörpum á netinu og þar sá ég eina gerð sem ég fannst líklegt að geta smíðað á svona litlum tíma. Ég var augljóslega ekki að fara að smíða tæki sem er 10 metrar á hæð, þannig að ég fann mér gerð sem kallast Whipper Trebuchet. Já, það er þessi hérna. Hún er bara svona á hæð við mann. Hún getur verið lítil og kraftmikil þar sem hún fer næstum í heilan hring áður en hún kastar. Ég fór að skissa myndir á blað og ákveða stærðir. Með því að gera það fann ég út hvað ég þurfti mikið af efni í smíðina. Aðstaða. Ég er starfsmaður hjá Slippnum Akureyri DNG. Ég fekk leyfi frá yfirmanni að vera með lokaverkefni mitt þar inni og þar gat ég nýtt mér verkfæri fyrir smíðin. Smíðin. Ég keypti efni hjá Ferrosing. Þegar það var komið skar ég það niður og setti það á bretti. Grindin. Ég notaði prófíla til þess að smíða grindina. Ég skar þá þannig að ég geti gert 60 gráðu þríhyrninga. Þegar ég var búinn að gera 2 þríhyrninga þá sauði ég þá saman til þess að búa til grind. Og já, eins og sést hann á 3. myndinni, þá er grindin komin. Já, öxull. Ég fekk aðstoð frá fyrirverandi nemenda sem útskrifaðist fyrir 2 árum. Hann var þá að taka í sundur sitt eigið lokaverkefni og bauð mér legur sem nýttust í mitt verkefni. Ég smíðaði festingar fyrir legunar og sauð þær ofan á grindina. Síðan festi ég öxullin við legunar og setti þær ofan á grindina. Kastarmur. Kastarmurinn er festu við öxullin og er sá hluti sem kastar. Ótrúlegt satt. Ég hannaði hann þannig að hann væri breiðari við öxullin til að hafa meiri styrk en mjókka þessu út í endan til að spara þyngd. Á endanum á kastarminum festi ég teygju og spotta sem heldur á kasthlutinum. Við kastarminn eru festir 2 vogararmar. Þeir eru þungir og sjá að snúa kastarminum þegar þeim er sleppt. Ég gerði gráðu á þá svo það væri auðveldur að setja tækið upp áður en kastað er. Ég útbúði þá að það væri hægt að setja mismunandi þyngdir á þá. Svo er hægt að sjá hérna þegar ég er búinn að setja kastarminn og vogararmann saman og já. Teygja og losun. Á endanum á kastarminum setti ég pinna og spotta með lykkju. Þegar armurinn fer upp losnar lykkjan af pinnanum á réttum tíma og þá sleppi tæki kasthlutunum. Prófun. Þegar smíðin voru tilbúin fór ég út að prófa tækið. Í fyrstu virkaði það ekki alveg eins og ég hafði hugsað mér. Ég sá að vogararmarnir voru ekki nógu þungir og fóru of langt í snúningum. Þá bætti ég við 19 kg af stáli sem aukaþyngd og eftir það var virknin miklu betri. Þannig að fyrst þegar ég var búinn að smíða þetta þá sjáum við að það er engin aukaþyngd hérna og síðan skar ég niður meira til þess að setja
auka þyngd og þá var virknin mjög betri. Svo ég með myndband af virkninni og í þessu myndbandi þá losast tennisbolti frá slönguvörpunni og það alveg rosalega læti í tækinu hjá mér út af því ég með það ofan á bretti. Kostnaður í efni í verkefni kostaði 35.000 krónur alls. Það innifól stálið, teygjur og aukaþyngdina. Verkefni tók líka mjög mikið tíma og ég myndi áætla að ég hafi unnið í því 80 klukkutíma. Loka orð. Þegar við erum á síðustu önnun okkar erum við í fáum áföngum og getum þá nýtt frítíman okkar í það að gera lokaverkefni. Það sem sniðugt við áfangan að það hægt að nýta sér svo mikið sem maður hefur lært í skólanum og sett það í eitthvað verkefni. Verkefnið hefur aukið sjálfstæði mitt og sjálfstraust sem verðandi vélstjóri. Það hefur sýnt mér að ég get tekið verkefni að mér sjálfur og fundið út úr þeim. Fyrir mér það einn mikilvægasti lærdómurinn sem ég tek með mér úr þessu verkefni. Ég vil þakka Ferrósing fyrir afsláttinn á efninu. Ég vil einnig þakka Slipnum og Akureyri fyrir að leyfa mér að nota aðstöðuna við smíðina. Svo vil ég sérstaklega þakka slípiróknum mínum fyrir að hafa staðið sig í þessari miklu vinnu. Takk fyrir að hlusta. Já, ég fann hann. Til hamingju með þetta, drengir, glæsilegt og vel gert hjá okkur. Þeir verða sem þetta fram í vélstjórn með verkefnin sín, þannig að fólk getur komið og spjalla við þá. Við bjóðum upp á kaffi og kleinur og bara góða stundir. Takk fyrir.